Komið sæl og velkomin í þáttin okkar hér á N4 sem heitir Landsbyggðir. Ég hef fengið góðan gest í stólinn hingað til mín. Það er hún Bjarnheiður Hallsdóttir, hún er nýkjörin formaður Samtaka ferðaþjónustunnar. Velkomin. Takk fyrir. Takk fyrir að gefa þér tíma til að koma til okkar. Alveg sjálfsagt. Þú ert nýr formaður, hvers vegna sóttist eftir því? Já, það er stórt spurt. Ég geti tekið þetta saman þannig að ferðaþjónusta hefur verið mitt starf alla ævi. Ég hef eiginlega ekki unnið við neitt annað eftir ég komst á fullorðinsár. Það hefur á sama tíma verið mitt helsta áhugamál og ég hef fylgst mjög vel með allri þróun og öllu því sem hefur verið að gerast í ferðaþjónustu í 30 ár og ég lærði mitt háskólanám var í tengslum við ferðaþjónustu og síðan hef ég náttúrulega aflað mér mikillar reynslu í þessu og já, þetta var bara eitthvað sem mér fannst spennandi. Þetta er áskorun að leiða þessi stóru samtök. Hvað er þetta stóru samtök? Þetta er 300 fyrirtæki, 300 ferðaþjónustufyrirtæki sem eru dreifð allt landið og þetta eru orðin stærstu atvinnurekenda samtök á landinu því að ferðaþjónustan er náttúrulega orðin stærsta útflutningsgreinin ef ekki stærsta atvinnugreinin. Hverju þurftir að sleppa til þess að taka þetta stóra hlutverk af þér? Já, það á eftir að koma í ljós. Ég er nú svona rétt að komast inn í þetta. Ég er búin að vera rúman mánuð formaður. Já, það er alveg ljóst. Ég þarf eitthvað að vinna aðeins minna í mínu fasta starfi heldur en ég hef gert. Hvert er þitt fasta starf? Ég er framkvæmdastjóri ferðaskrifstofunnar Katla DMI í Reykjavík. Við skipuleggjum ferðir, bæði hópferðir og einstaklingsferðir, aðallega fyrir Þjóðverja á Íslandi. Komum að því seinna, Þjóðverja. En hlutverk formanns þessar stóru samtaka, hvert er það helst? Já, formaðurinn náttúrulega, þetta er stjórnarformennska og það situr náttúrulega þarna stjórn og hennar hlutverk er svona að leggja línur samtakana, móta afstöðu til hinna á þessara mála og vera svona verkstjórn yfir starfsfólkinu. Það eru 6 starfsmenn á skrifstofu Samtaka ferðaþjónustunnar sem að sinna hinum ýmsu málum sem að koma þar inn á borð. Er það nóg að hafa 6 starfsmenn í svona stóru fyrirtæki? Eflaust myndi einhverju segja nei. Við getum alveg örugglega að nota fleira fólk, ekki spurning. Af því að þessi atvinnugrein verður alltaf víðtækari og víðtækari, kemur inn á fleiri svið, málin verða stærri og þannig að það er mikið að gera. En stjórnin, hvernig er valið í hana? Hvernig kemur það er bara, fólk býður sig bara fram. Aðildarfélögin, aðildarfyrirtækin eiga sæti á aðalfundi og hver sem er í þessum vinnur hjá þessum fyrirtækjum getur búið sig fram til stjórnar og svo er bara kosið. Var hörð kosning síðast? Já, það var ansi hörð, ég ætla ekki að segja kosningabarátta, en það sóttust margir eftir að komast í stjórn og 3 sóttust eftir því að komast í formannsæti. Hvað veldur þessum viðsnúningi? Ég held að það sé bara vegna þess að ferðaþjónustan er að verða þýðingameiri og stærri og umsvefameiri og áhuginn á henni eykst þar á leiðandi. Og þetta, eins og ég sagði áðan, þetta eru skemmtilegar áskoranir sem eru framundan og ef mann langar að taka þátt þá er náttúrulega gaman að gera það bara með afgerandi hætti. Áður við förum einmitt í þessar áskoranir, segðu mér aðeins, þú ert frá Akranesi, er það ekki? Já. Hvað er þetta með ykkur Akurnesinga og ferðaþjónustuna? Magnús Oddsson, er hann ekki fyrrum ferðamálastjóri? Hann er Akurnesingur. Hann er Akurnesingur, já. Og ráðherra ferðamála, Þórdís Gylfadóttir, hún er Akurnesingur. Hún er Akurnesingur líka, já. Og þú komin í þetta, eru þið bara ein og kata? Ég veit ekki, það mætti halda það. Og þetta er samt merkilegt vegna þess að nú er Akranes alls ekki ferðaþjónustubær. Ekki ennþá allavega, þannig að það er dálítið merkilegt út frá því sjónarhorni. Já, af því þú sagði líka áðan að þú værir búin að alast upp í greininni. Já. Og hvernig kemur það til að þú ert í þessu á Akranesi ekki ferðaþjónustu? Akkurat, sko. Ég var sem sagt 20 þegar ég ákvað að leggja þetta fyrir mig, eða fara í nám í ferðaþjónustu tengdum fræðum. Og það var í rauninni bara tilviljun. Ég var búin að ákveða að fara í nám til Þýskalands. Það var það sem ég var búin að ákveða þegar ég var 15 ára eða eitthvað. Og svo bara settist ég með námsvísinn og fór í gegnum hann og fann það sem ég leist best á og það var þetta. Og þetta þótti nú svolítið skrítið á þessum tíma, eiginlega bara mjög skrítið. Já. Og ég man að pabba mínum fannst þetta ekki mjög sniðugt sko. Hann hefði viljað færa í lögfræði eða læknisfræði Háskóla Íslands. En hann var nú ánægður með þetta síðar.
Já, hann hefur kannski ekki séð jafn langt fram í framtíðin og þú. Nei, ég er farin að halda að ég hafi bara séð, já, séð eitthvað, en þetta var náttúrulega ekki þetta líka þessu saman við ástandið eins og núna, sko. Nei, hvernig var þetta þú varst að byrja? Hvenær komu ferðamennir þá til landsins? Sko þeir hafa ekki komið svona 8 vikur yfir hásumarið, nokkrir tugir þúsunda. Þannig þetta var bara mýflug og myndmið af það sem er núna og allt á byrjunarreit og er rauninni voða lítið að gerast. Þeir komu í júlí og fóru í ágúst. Já, eitthvað svoleiðis, já. En þá erum við kannski komin að því, þú ert að tala nokkur tugir þúsunda, allt í allt. En í dag eru kannski 30–40 þúsund manns hér á hverjum degi, erlendi ferðamenn. Já. Það er áskorun. Það er eina af þessum áskorunum sem þú stendur fram. Já, sko það er áskorun en svo er þetta allt spurning um það hvað þeir eru að gera. Já. Og það er kannski stærsta áskorunum okkar, að einhvern veginn reyna að hafa áhrif á það hvað þeir eru að gera. Sé ekki allir á sama staðnum á sama tíma og svo framvegis. Förum aðeins í það. Hvernig ætlar að stýra því? Já, ef ég gæti nú stýrt því, það væri nú alveg frábært. Hvernig myndir stýra því ef þú gætir? Sko, það sem hefur náttúrulega verið yfirlýst markmið bæði stjórnvalda og svo sem ferðaþjónustu fyrirtækja margra í áratugi næstum því, er náttúrulega að reyna að dreifa ferðamönnunum meir landið, stuðla því að þeir heimsæki fleiri staði. Og þetta er náttúrulega ekki eins einfalt og eins og það hljómar og eitthvað sem er í rauninni langhlaup. Við erum búin að markaðsetja sömu staðina frá upphafi. Við erum búin að markaðsetja Gullfoss og Geysi og Þingvelli og svo seinna bættist Vík í Mýrdal við, Reynisfjara og Dyrhólaey og þessir þekktu staðir á Suðurlandi, Fossarnir og síðan kom Jökulsárlón aðeins seinnin. Og þetta eru staðirnir sem fólk þekkir. Það er búið að fjalla um þessa staði út allar jarðir og náttúrulega eftir tilkomu samfélagsmiðla en þá meira því fólk fer á staðina sem er búið að kynna á samfélagsmiðlum. Það er bara þannig. Og Suðurlandi nýtur mjög góðs að því. Já, Suðurlandið og þessir þekktustu staðir okkar gera það. Já. Og þá er það áskorun hjá okkur. Það er að koma fleiri stöðum inn á kortið. Byggja upp aðstöð á fleiri stöðum og kynna fleiri staði, vítt og breitt landið. Og þetta er bara eitthvað sem tekur náttúrulega tíma og þarfnast samstills átaks margra aðila. En þetta er verkefnið. Hvernig lítur tímalínan í því út hjá þér? Þetta fer eftir svo mörgum þáttum, sko. Þetta er svo samhangandi ýmislegt sem þarf að vera til staðar. Það þurfa að vera samgöngurnar, það þarf að vera fjárfesting í innviðum, það þarf að vera markaðssetning og það þarf að vera einhver sem er að selja þetta og náttúrulega einhver að bjóða upp á þjónustu. Þannig að það er eiginlega ómögulegt að segja. Það er svo líka svo misjafnt líka eftir í hvar það er. Og svo eru náttúrulega ferðamennirnir svo ólíkir. Já, þeir eru það, sko, og það er náttúrulega ekki sama ferðamaður og ferðamaður. Nei. Þetta eru gríðarlega ólíkir hópar sem við erum að taka á móti sem að hegða sér á mismunandi hátt og eru líklegir líka til þess að ferðast út landið. Hverjir eru líklegastir til þess að hafa áhuga að fara? Svona í gegnum tíðina hafa það verið Mið-Evrópubúar sem eru duglegastir að þeir dvelja hérna lengi og ferðast víða landið. Eftirsóknarverðir sem sagt? Já, þeir hafa verið okkar bestu og tryggustu kúnnar alveg frá upphafi. Er það þar sem Þjóðverjarnir kom inn hjá þér? Já, það er nú reyndar svo sem, það var nú ekki útpælt endilega þá, sko, en það hefur sýnt sig gegnum tíðina að einmitt Þjóðverjar og Frakkar og Ítalir og þessi Mið-Evrópu hópar, það eru kannski þeir hópar sem hafa svona reynst okkur besti gegnum tíðina. Við getum tekið sem dæmi þegar gaus hérna í Eyjafjallajökli á sínum tíma. Þá voru það þýsku hóparnir sem brutust hérna gegnum öskuskýið bara þegar það var fært, þeir hætti ekki við. Nei. Þeir komu bara þegar hægt var að fljúga, þá mættu þeir á staðinn og fóru í sína hringferð. Bara, svo við tökum dæmi tryggðina og svona hversu góði viðskiptavinir þetta eru. Já. Eru þeir að koma mikið aftur og aftur eða er þetta nýir og nýir? Ég held að þetta sé mest nýir og nýir. Þetta er það var allavega ekki mælst mikil endurtekningun, auðvitað alltaf eitthvað. Það er fólk sem verður ástfangi á Íslandi og kemur 30 sinnum. Og það eru mjög oft hérna Mið-Evrópubúar. Já. En svo eru nýjir ferðamenn? Já, svo eru komin nýjir hópar núna. Það er mikill vöxtur núna til dæmis í hópum frá Asíu. En þeir hegða sér öðruvísi, allavega hafa gert það hingað til. Hvernig hegða þeir sér? Þeir eru ekki eins mikið að fara út landið og eru meira bara svona dvelja styttri tíma
og einkenni þeirra sem dvelja í stuttan tíma oftast að þeir yfirgefa ekki suðvesturhornið. En þá kannski komið pínu að þessu með, það bara eitt hliðin í landið, það á suðvesturhorninu. Myndi það breyta einhverju ef að það yrði fjölgað og þá erum við að sjálfsögða að tala staði eins og Egilsstaði og Akureyri og jafnvel Ísafjörður eða hvað eigum að stoppa? Já, það myndi örugglega breyta einhverju en þetta bara svona einhver stefnumótandi ákvörðun sem að þarf að taka hvort við ætlum að opna fleiri hliðin í landið og þá náttúrulega byggja upp innviði á þessum flugvöllum, byggja þá upp og fjárfesta í þeim og markaðssetja á síðan. Af því að síðan, það nú raunin alltaf flugfélögin sem að ákveða á endanum hvert flogið á hvaða flugvöll. Og Keflavík hefur náttúrulega þá sérstöðu að það þekkt vörumerki og til dæmis erlend flugfélög þau fljúga á Keflavík vegna þess að þau þekki ekki Akureyri eða Egilsstaði eða neitt þar í kring. Þannig að þetta stórt og mikið verkefni og væri vissulega til bóta sjálfsögðu fyrir þessa landshluta sem að eiga í hlut og heildarhagsmuni þar af leiðandi líka. Erum við ekki bara, álagið ekki orðið í raun allt og mikið á þessu eina stað á landinu eða hvað? Meinarðu þá? Að sé bara of mikið í kringu suðvesturhornið, þar eru allir að koma og allt landið eiginlega eftir? Já, þetta vissulega vandamál, suma daga á árinu og Já, þetta ekki svona eitthvað viðvarandi stórt, þetta kannski bara í hugum margra sem búið út af landi, þá þetta kannski stærra vandamál heldur en það í raun og veru. Já, ég vil nú kannski ekki líta á þetta sem vandamál endilega, en þetta svona spurning stýringu og undirbúning. En það að þessi ekki fleiri hliðin í landi, þetta bara pólitík eða hvað? Já, þetta gerist ekki án samvinnu við stjórnvöld að opna fleiri hlið inn í landi, það alveg ljóst. En nú hefur Akureyri einhverja smá reynslu af því að vera með þessa vetrarferðamennsku. Akkurat. Hún var náttúrulega svolítið bröðsótt greinilega, bara út af veðri. Það var bara virkilega ánægulegt að þetta verkefni skildi takast núna, þetta var núna í upphafi árs, ekki satt? Já. Og mér skilst að það hafi einmitt strandað í 2-3 skipti á einmitt aðstöðuleysi á Akureyrarflugvelli. Það vantar aðflugsbúnað þegar komið frá norðri. Og það náttúrulega eitthvað sem verður bara að kippa í liðin ef þetta á að vera hægt að halda svona löguð áfram. Já. En það kannski eitthvað annað sem að liggur meira á að gera heldur en að þínu mati að setja upp fleiri hlið í landi? Ég vil nú ekki kannski endilega forgangsraða þessu en það vissulega margt sem við verðum að fara að gera eitthvað í fljótlega, strax. Hvað það fyrst? Og við þurfum að marka okkur langtíma stefnu, fyrst og fremst. Hvernig ferðaþjónustu ætlum við að byggja upp hérna í landinu? Já, erum við ekkert búin að því? Nei, það búið að gera margoft hinar og þessar stefnumótanir í gegnum tíðina. Það ég held að liggja einhverja 5-6 stefnumótanir einhverstaðar ónotaðar í skúfum í ráðuneytum. Já. Og þetta eitthvað sem við verðum að fara að klára. Þannig að við getum byggt hérna upp til framtíðar og tekið skynsamlegar ákvarðanir fram í tíman. En ég hef nú trú á því að þetta sé að færast til betri vegar núna. Það farin í gang vinna sem ég vona svo sannarlega að verði kláruð og það verði unnið eftir því plaggi. Og enda ekki í skúffu. Hvernig vinna það? Hverju koma að því? Það á vegum atvinnuvegum nýsköpunarráðuneytisins sem ég vil nú kalla ferðamálaráðuneyti og stjórnstöðvar ferðamála. Sem samstarfsvettvangur, atvinnugreinarinnar og stjórnsýslunar. Og hvernig koma samtöku ferðaþjónustunnar að því hvað eigið þið sterkar raddir þar inni? Já, við eigum 4 fulltrúa sem sitja við borð með 4 ráðherrum. Og þetta vettvangur sem var komið á fyrir 2 árum síðan. Einmitt til þess að auðvelda samvinnu atvinnugreinarinnar og stjórnvalda. Ferðaþjónustan þannig að hún liggur svo víða, þannig að hún snertir svo marga málaflokka og þar af leiðandi mörg ráðuneyti. Þannig að það gekk alltaf erfiðlega svona að samræma þetta og koma þessu í einhvern form þannig að væri hægt að taka einhverjar ákvarðanir. Þannig að þetta var að mínu mati og mati samtaka ferðaþjónustunnar gríðarlegt framfara skref að koma þessari stofnun eða hvað má kalla þetta á. Þetta náttúrulega samstarfsverkefni einkaaðila og stjórnvalda. Þannig að við bindum miklar vonir við að þetta muni skila. Fleyta okkur töluvert langt fram á veginn.
Hvað svona það gleðilegasta sem að þú hefur séð sem fagmanneskja í þróuninni í ferðamennskunni hérna? Ég tökum bara síðustu 5 ár. Sko, náttúrulega við getum talað það að ferðaþjónustan hefur náttúrulega náð okkur upp úr þessum efnahagslega öldudal sem við lentum í á kafi í hérna árið 2008. Já. Það má segja það að ferðaþjónustan hafi hreinlega bjargað okkur. Við erum núna komin á þann stað að við erum tilheyrum ríkustu þjóðum veraldar og ég held að ég geti fullyrt að það eigum við ferðaþjónustuna að þakka. Og það hafa orðið til gríðarlega mörg störf, það hefur verið fjárfest ofboðslega mikið í ferðaþjónustu undanfarin ár og hún núna orðin stærsta útflutningsgrein okkar með 42% allra gjaldeyristekna árið 2017. Þetta eiginlega þarf svolítið bara, við þurfum aðeins að staldra við þetta, þetta rosaleg breyting. Já, bara á síðustu 5 árum, fyrir 5 árum þá var ferðaþjónusta að skapa 19% og síðan 2017 42%. Þannig að hún búin að skjóta sem sagt bæði áliðnaðinum og sjávarútveginum langt aftur fyrir sig. Og þetta finnst mér mjög gleðilegt, þó að vissulega skapi áskoranir á sama tíma. Já, veistu hvernig þetta hefur haft áhrif þó bara út landið? Já. Hver skiptingin þar? Það eru mörg störf að koma til út all land. Já, það vissulega ánægilegt hvað þetta hefur haft góð áhrif á byggðaþróunina og byggðastefnuna sem að við höfum nú verið að basla í áratugi að reyna að hérna kannski bara finna einhver gáfulegar aðferðir við þetta til að koma í veg fyrir atgervisflótta úr byggðunum og halda landinu byggð sem náttúrulega gríðarlega mikilvægt fyrir ferðaþjónustu. Og mér finnst það alveg einkar ánægilegt að ferðaþjónustunni sé að takast þetta einhverju leyti, auðvitað ekki allstaðar en það eru jákvæð teikn á lofti með það að byggðarlög séu farin að eflast og það rakið þráðbeint til ferðaþjónustunnar. Það eru komin fólk farið að flytja aftur heim í heimahagana til dæmis, fólk sem hefur búið á höfuðborgarsvæðinu og ekki haft möguleika á því, kannski að flytja aftur heim þaðan sem það kemur, en þeir möguleikar að skapast við það. Og tekjur sveitarfélaga ferðaþjónustu hafa vaxið mjög mikið og mörg sveitarfélög farin að skila jákvæðri rekstrarafkomu fyrsta skipti í áratugi vegna ferðaþjónustu. Ætla ég að leyfa mér að fullyrða. Já, svo kannski ákveðin samlegðar áhrif vegna þess að þegar að fólki svo komið aftur heim og þá vilja fleiri koma og það verður til nýsköpun og frumkvöðlar og allt það. Já, svo sprettur upp alls kyns önnur þjónusta. Það ekki bara beint ferðaþjónustan sem er að ræða vegna þess að ferðaþjónustan þarf svo mikið annað til að styðja við sig sem að maður kannski tengir ekkert beint við ferðaþjónustu en enga síður nærist á ferðaþjónustunni. Þetta sé mjög mikilvægur punktur og ekkert síst til þess bara að gefa svolítið fólki von aftur að það sé lífvænlegt út af landi. Já, ég held að ef það einhvern tímann hefur verið það, þá er það núna. Er einhverja blikur á lofti að ferðamönnum sé að fækka eða erum við að kalla úlfur allt of snemma? Nei, sko, það eru vissulega blikur á lofti, það eru breytingar. Við erum núna síðustu 2-3 árin búin að vera kljást við sterkt gengi krónunnar sem hefur náttúrulega bein áhrif á verðlagningu ferðaþjónustunnar út á mörkuðunum. Og það er mjög mikið samband á milli eftirspurnar og verðs í ferðaþjónustu. Það hefur áhrif, það bara svoleiðis. Og við erum að upplifa það núna að það er samdráttur og því miður frá okkar bestu mörkuðum, frá mið-Evrópamörkuðunum. Þannig að það lítur ekkert voðalega vel út með þetta ár, hvað það varðar. Hvað þetta á það? Já, þetta er $1 milljón spurningi sem ég get ekki svarað, sko. Því að ferðaþjónustan er að vissuleyti búin að koma sér í þetta sjálf vegna þess að það er út á umsvifum hennar sem að krónan hefur styrkt svona mikið og þjónustu jöfnuður við útlönd er svona jákvæður. Þannig að hún er búin að fórnarlamb eigin velgengni, ef svo má segja. En ef eftirspurnin fyrir að dragast saman, þá er nú líklegt að það muni hafa áhrif til veikingar krónu á einhverjum tímapunkti. Og verðlagi þá væntanlega. Já, þannig að við þurfum að ná þarna einhverju jafnvægi. Það er náttúrulega óbærslega erfitt líka að vinna með svona óstöðuleika í genginu, í myntinni. Við erum að tala alveg svakalegar upphæðir í tekjum í ferðaþjónustunni.
það rétt að ferðaþjónustan hafi innheimt einhverja 40 milljarða árið 2016 í virðisauka? Það þekki ég ekki alveg þá tölu, Nei. en gjaldeyristekjurnar voru allavega 503 milljarðar Já, árið 2017 já. og það talað svona því við vorum að tala sveitarfélögin sko, að beinar tekjur sveitarfélaga, bara nettó tekjur sveitarfélaga hafi verið á bilinu 13 til 14 milljarðar. Þá erum við að tala nettó sem búið að draga frá allan kostnað sem hefur orsakast af ferðaþjónustu og þetta enga smá upphæðir. Ekki svolítið sanngjarnt að óska eftir að eitthvað af þessum milljörðum sem koma svo sannarlega beint í ríkissjóð á endanum eftir einhverjum krókaleiðum væntanlega komið með einhverjum hætti tilbaka í uppbyggingu innviða og jafnvel fleiri hliðin í landið og það allt saman. Er það eitthvað óeðlilegt? Mér finnst það ekki og kollegum mínum í ferðaþjónustunni finnst það ekki. Nei. Þessi gjaldheimtu umræði hefur nú verið mjög áberandi og yfirleitt ekki mátt nefna orði ferðaþjónusta á þess að skeita aftan við gjaldtaka. Þannig að við höfum haldið því fram í greininni að ferðaþjónustan sé að skila gríðarlegum tekjum en það sé mjög lítið lagt á móti. Allavega hefur það hingað til verið þannig. Sem er slæmt vegna þess að það er margsannað að fjárfestingu innviðum ferðaþjónustu er eitthvað sem skila sem margfalt tilbaka. Já, og er kannski hægt að benda á með rökum út allt, er það ekki? Jú. Vegna þess að tekjurnar koma sannarlega í formi virðisauka. Já. Hvar endar hann annars staðar? Hann endar hjá ríkinu. Já. Og tekjurnar koma í formi útsvars frá launþegum. Það starfa eins og ég sagði áðan 30.000 manns við ferðaþjónustu. Já, 10%. Já, og síðan var lagður, en hann var ekki lagður á nýlega en hann var hækkaður nýlega sem gistináttaskattur sem er lagður á alla löglega gistingu. Og bara hann var 1,4 milljarðar síðastlið ár. Þannig að það má líka gera helling fyrir þá peninga. Já. Ég heyri á þér að þú ert ekki hrifin af annarri gjaldtöku af ferðamönnum. Förum aðeins svona yfir rökin sem mæla gegn því að ferðamenn séu blokkaðir enn meira. Já, sko það sem þarf að gera í þessu samhengi það er að skoða heildarmyndina. Hvað eru ferðamenn að skilja eftir sig nú þegar? Hvar eru við nú þegar með gjaldtöku? Það er ekki eins og við séum ekki með það. Við erum með eins og ég sagði gistináttaskatt. Við erum með gjaldtöku á Leifsstöð, nýverið komin gjaldtaka þar fyrir rútubíla sem er að sækja farþega, þannig að það er ekkert annað en skattlagning. Og síðan erum við með bílastæðagjöld, þau eru komin allavega á 3 staði ef ekki 4. Þannig að það er ekki eins og sé ekki verið að innheimta eitt og annað. Svo fyrir utan náttúrulega þessa beinu skatta og eldsneytisgjöldin og allt það. Þannig að þetta þarf alltaf að skoðast í stóru samhengi og taka síðan ákvörðun. Er ástæða til þess að skattleggja ferðamannin meira en orðið er. Og þetta er bara umræða sem þarf að taka og eins og ég segja að skoða heildarmyndina. Hún þarf að vera svolítið upplýst og fræðandi þessu umræða ef hún á að skila einhverju niðurstöðu. Já, þetta hefur verið svolítið sleggjudóma kennd umræða og upphrópanir og svona og menn ofta ekki kynnt sér hafa ekki kynnt sér nákvæmlega hvað. Nei, og hvað máli snýst, sko. Eiginlega varla hægt að byrja umræðina þann stimpil sem er á ferðaþjónustunni undanskot og allt það. En mér langar aðeins varðandi þetta samt að tala bara ágang gagnvart náttúrunni. Ertu hrædd þar og hvað er til ráða þar? Ertu hrædd náttúrun okkar? Já, sko mér langar til dæmis ekki að kalla þetta ágang eða ánýðslu eða átráðning eða svoleiðis. Við verðum að muna það. Við erum búin að bjóða þessu fólki hérna heim. Við höfum unnið róið að því öllum árum í áratugi að bjóða hingað heim gestum og það eru við sem höfum ekki staðið okkur í undirbúa komu þeirra. Ef að þeir eru að eyðileggja náttúruna okkar, þá er það oftast að því að við erum ekki búin að undirbúa hana og byggja upp innviði í kringum þessa staði sem við erum að bjóða þeim á. En vissulega hef ég áhyggjur af því að við munum kannski ekki standa okkur nógu vel í því áfram. Og þetta er eitt af stóru verkefnunum. Það er að skilgreina þessa staði sem við viljum að ferðamenn heimsæki og undirbúa þá í samræmi við það. Og kannski hugsanlega fara inn í einhverja stýringu á einhverjum tímapunkti. Það gæti komið að því. En er það ekki einlega bara fyrir sig að það verður að gera? En það verður að gerast í sátt við svo marga Já, það fer eftir hvað okkur tekst að byggja upp marga staði og dreifa, þó þetta sé nú bannorð að segja dreifa ferðamönnum, fá þá til að fara á fleiri staði, heldur við að gera núna.
Hvað þarf hinn svona venjulegi ferðaþjónustu aðili, þó þessum ljófnafn, að sko hafa til brunns að bera til þess að í raun geta boðið hverjum sem til sín? Hvað það, af því allt byggir þetta þó þessi stór samtök sem þú ert að stýra, þá þetta allt bara margir litlir og meðalstórir. Já, mjög mikið á litlum og meðalstórum fyrirtækjum. Já, hvað þarf þetta að hafa í fagmennsku til þess að bara standa þig? Það nú eitt og annað. Já. Það náttúrulega mjög gott að hafa einhverja menntun og reynslu í þeim geira sem þú ætlar að fara að vinna í. Já. Og svo þarftu að hafa þolinmæði, þú þarft að ná þér í sambönd, þú þarft að markaðssetja þig og þú þarft að hafa þolinmótt fjármagn. Þú þarft að geta haldið út einhver tíma áður en þú ert komin á kortið sem ferðaþjónustu fyrirtæki. Þannig að það margt og mikið sem þarf að huga að. Já. Styðjið þið fólk sem annarkvort komið að stað eða langar að fara í þetta? Samtökin? Ekki beinlega, það nú ekki svo sem neitt beitt stuðningur. Nei. En vissulega getur fólk haft samband og fengið ráðleggingar. Og eins hjá ferðamálastofu, það náttúrulega líka opinbera batterið sem sinnir ferðaþjónustunni. Hvaða nýjung vantar helst í ferðamennsku á Íslandi? Mér bara dettur ekkert í hug þegar ég spurði þetta. Við erum búin að vera alveg ótrúlega hugmyndarík og það var sprottið upp bara þvílík fjölbreytt þjónusta út allt land og frumkvöðlar hafa verið duglegir og það hefur orðið mikil nýsköpun. Þannig að það nánast allt sem hugurinn girnist allavega, já, mér dettur allavega ekkert í hug. Þetta bara gnægtarborð. Já, það má eiginlega segja það. Já. Það hefur verið kvartað yfir svo sem að vanti 5 stjörnu hótel. Það hefur verið svolítið mantra í gegnum árin. Já, en við erum með nokkur 4 stjörnu. Já, nokkur 4 stjörnu hótel og svo náttúrulega að rísa 5 stjörnu hótel á Hörpureitnum í Reykjavík. Þannig að það að koma. Það að koma. Þannig að en eins og ég segi, þetta alveg gróskan í þessu hefur verið alveg með eindæmum undanfarin 5 til 8 ár sem ég segi eftir að ferðaþjónustan fór á flug. Þannig að framtíðin, viltu kortleggja með mér í lokin? Ég held að hún sé bara mjög björt. Það að segja ef við vinnum heimavinnun okkar og tökum og okkur ber gæfa til þess að marka okkur stefnu til framtíðar það hvernig við viljum haga þessu. Hvernig gesti og hvaða gesti við viljum fá og hvenar og hvaða staði við viljum að heimsæki. En við þurfum að gera þetta og þetta gerist ekkert að sjálfu sér. Þetta brothætt líka. Við þurfum að passa okkur að velleggja okkur ekki út á markanum. Við erum í samkeppni við nánast allan heiminn ferðamenn. En eins og segi, ferðaþjónustan að vaxa allstaðar og við erum með einstakt land, eitt fallegasta land í heimi, ósnortna náttúru sem orðin sjaldgæf og náttúrulega okkar helsta auðlind. Þannig að við höfum ekki ástæðu til annars að vera bjartsýn en það undir okkur komið. Þetta góð lokaorð, Bjarnheiður Hallsdóttir, nýr formaður Samtaka ferðaþjónustunnar. Gangi þér allt í haginn. Takk kærlega fyrir.